Velkomin aftur í föstudagsþáttinn sem við sendum hérna út frá Siglufirði í tilefni 100 ára afmælisins. Það er ekki hægt að tala Siglufjörð án þess að tala síld og til mín er komin Anita Ellefsen, safnstjóri Síldarminjasafnsins. Velkomin. Takk fyrir. Þið eruð að fara að gefa bænum eða bara landinu, heiminum afmælisgjöf. Já, segja okkur það má segja það. Segja okkur aðeins frá þessu verkefni. Það er þetta merkilega ár, 100 ára kaupstaðarafmæli staðarins og okkur fannst við þurfum að gera eitthvað, að safnið þyrfti að leggja eitthvað til á afmælisárinu, þannig að úr varð bókaútgáfa. Þannig að við 3 starfsmenn safnsins höfum unnið hörðum höndum að því, svona meðfram öðrum verkefnum. Já, í langan tíma? Já, það komið 1 ár núna, að ljósmyndabók og hérna við ákváðum í rauninni að nýta þennan fjársjóð sem við eigum í ljósmyndunum. Því að þið eigi hvað margar? Við hefum 150.000 ljósmyndir svona það bil á Síldarminjasafninu. Ljósmyndasafn Siglufjarðar var gefið safninu fyrir nokkrum árum. En þar að auki eru til ljósmyndir víða sem teknar voru á Siglufirði. Voru náttúrulega bæði hér atvinnuljósmyndarar og áhuga ljósmyndarar sérstaklega á síldarárunum. Þannig að við höfum líka svolítið verið að skanna Þjóðminjasafnið, Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Minjasafn Akureyrar og þessi stóru ljósmyndasöfn sem til eru og einkasöfn sem eru auðvitað dásamleg. Og hvað finnst þér? Ertu ekki stundum áhyggjufull yfir því að einhvers staðar upp á Háalofti sé mögulega einhver kista fulla myndir sem enginn veit um? Jú, vissulega. En maður hugsa líka myndirnar sem mögulega hafa glatast. Það hugsa kannski svolítið meira það. Því að það eru myndir sem okkur vantar. Við höfum til dæmis frásagnir af aðalgötunni, svoleiðis tróðfullri af fólki að það þurfti að olnboga sig niður götuna á fjölmennustu dögunum. En það vantar ljósmyndir. Er þetta að biðla til fólk sem kannski sér þáttunum að hafa samband eða er það of seint fyrir þessa bók? Mögulega ekki. Endilega, þannig að ef fólk á mynd í fórum sínum upp á Háalofti, í einhverjum kistlu, inn í bók, þá viljum við gjarnan fá að sjá hana. En við sem sagt erum að velja úrval ljósmynda frá elstu ljósmyndum sem til eru hérna frá Siglufirði og til nútímans. Hvað eru þessi elstu gamlar? Þær eru svona 1860-70 cirka. Og markmiðið er sem sagt að svona varpa ljósi eða stikla á stóru sögu staðarins. Og við hverja ljósmynd er skrifaður texti og það liggur töluverð rannsóknarvinna þar að baki. Og við reynum að vera vakandi fyrir því að hafa myndavalið og efnisvalið fjölbreytt. Það er ekki bara síldin eða höfnin, það er líka skólastarf og félagsstarf og daglegt líf og atvinnulífið utan hafnarinnar og svo framvegis. Þannig að hvað er að tala margar myndir? Í upphafi áttu að vera 120, en við erum ekki búin, en við erum komin með 120 myndir og texta. Þannig að við sjáum enn gloppur, þannig að við ætlum svona, ég hugsa að vera kannski svona bilin 140-50. Já, og vitið þið hvenær bókin kemur út? Hún kemur út í haust, endanlegur dagur er ekki ákveðin, en hérna, hún verður að koma út á afmælisárinu. Að sjálfsögðu, og það styttist bara í upphafi var markmiðið að hún kæmi út í sumar, en það var ekki raunhæft eins og svo oft, en hérna, við sjáum alveg fyrir okkur að hún komi í haust. Þetta verður mikill fengur, spennandi. Meira en 100 ára saga í rauninni ef elsta myndin er... Já, við ákváðum að fara bara alveg eins langt aftur og við gátum því að ef við hefum byrjað sko 1918 þá vantar svo litið upphafið. Það er svona eins og að byrja að lesa bók í 5. kafla. Akkurat. Sko fannst það ekki alveg ganga upp. En þetta er afmælisgjöfin, en svo alls kyns verkefni framöndan hjá Síldarminjasafninu eins og síldarstúlkurnar ætla aldeilis að salta í sumar. Já, og ekki bara vegna afmælisins, það er bara því að þær eru svo frábærar, þær eru orðnar svo vinsælar. Síðasta sumar var metsumar held ég við getum sagt, það er svolítið 34 sinnum. Og þá erum við að tala um að þær dressa sig upp í gúmmígalana og sköflurnar. Og kannski sminka þessi eitthvað í anda tímabilsins? Já, það er náttúrulega að varlita sig og gera sig fína. Er það að leggja sér hárið? Svona stundum. Stundum komaði með rúllur eða svoleiðis, en það er misjafnt. Og svo er bara saltað? Svo er saltað. Og sungið og dansað líka? Sungið og dansað og gestir fá að vera þáttakendur, gestum er búið að dansa með. Þannig að það verður svona interaktíft af þessu leyti. En það sem er mikilvægast í þessum sýningum er að við erum að varðveita verkþekkinguna. Það er ekki allar konur sem kunna salta síld í dag eða leggja niður í tunnur. Og
við erum með yngri konur með. Sem að læra handbragðið. Sem að læra, þannig að okkur hefur tekist að miðla áfram til allavega 2 kynslóða því að það er 9 ára líka með í sýningunum. Og þið erum með alvöru síld? Já, við erum alvöru síld. Þetta er svolítið utanumhald að græja eitt svona síldargigg. Sér í lagi vegna þess að við veiðum enga síld hér lengur. Þannig að það þarf að flytja á langa leið. Hún kemur á austan, heilfrist. Þannig að það þarf svona 2-3 sólarhringa í undirbúning fyrir hverja sýningu. Það þarf að afþýða og græja og gera. Og eru þið með góðan frystigang til að geyma þetta í? Já, ramminn sem er hérna handan götunnar. Þeir hafa verið okkur mjög hliðhollir undanfarin ár og leyfa okkur að geyma síld í frystigeymslunum. Þetta er bara aftur orðin stór business að salta síld. Og það er eldri í hópnum, þær eru sérlega ánægðir. Þeim finnst þær vera orðnar unglingar aftur, komnar í fulla vinnu í síld yfir sumartíma. Skemmtilegt. Þannig að þær ætla að heiðra bæjarbúa aðra gesti á sunnudaginn með nærveru sinni, syngja aðeins og vera skemmtilegar. Í íþróttahúsinu. Í íþróttahúsinu, einmitt. En það er sem sé búið að bóka 70 sýningar í sumar, þannig að við sjáum fram á meira en tvöföldum frá því í fyrra. Já, við sjáum fram á algera sprengingu. Og þetta fer fram á síldarplani Síldarminjasafnsins? Já, á planinu framan við Róaldsbrakka, eitt safnhús að Síldarminjasafnsins. Þannig að það er nóg framundan. Það er nóg framundan. Hvað vinna margir á Síldarminjasafninu? Það vinna 2 í fullu starfi á Síldarminjasafninu. Hvernig farið að þessu? Þú slegir skipulega dugleg. Já, takk fyrir. Við gerum okkur besta. En svo er Örlygur fyrrum safnstjóri, hann er í 20% starfi, þannig að við erum með 2,2 starfsmenn á ársgrundvelli, en svo er breytinga við sumarið náttúrulega, en sumarstarfsmenn eru náttúrulega í gestamóttöku fyrst og fremst. Já. Þetta er magnað. Var eitthvað fleira sem þú vildi koma á framfæri? Það er svo margt framöndan hjá okkur. Það er kannski að nefna bara strandmenningarhátíðina. Já. Hún er líka hluti af afmælisfögnuðinum. Þetta er samnorræn hátíð sem hefur verið haldin árlega frá 2011. Var hún ekki á Húsavík? Einmitt. Fyrsta var á 2011. Var fyrsta hátíðin á Húsavík. Hefur síðan verið svona vítt og breytt Norðurlöndin. Noregi, Danmörku, Svíþjóð, Færeyjum, Álandseyjum. Og nú var röðin komin aftur að Íslandi. Og þeir gestir sem voru á hátíðinni á Húsavík, þeir eiginlega gerðu kröfu um að hún yrði á Siglufirði næst, því að það var komið hingað í skoðunarferð. Og okkur fannst það kjörið á þessu ári að geta haldið upp á strandmenninguna og afmælið í sameiginlega. Þannig að við eigum von á nær 200 þáttakendum frá öllum Norðurlöndum. Það koma einhverjir siglandi á bátum og skipum. Gömlum bátum eða ekki? Já, gömlum bátum. Aðrir koma með gamla báta í gámum, litla báta. Færeyingar til dæmis ætla að koma með grindabáta. Þeir leggja ekki siglingu yfir hafið á þeim. Og hér verður fólk að vinna að handverki, bátasmíði, netagerð, vinna í... Bærinn mun bara yða, af lífi. Og svona skipulegt hátíðarsvæði verður við höfnina að sjálfsögðu. Og þetta verður frá miðvikudegi til sunnudags. Hvaða dagar er þetta aftur? Þetta er 4. til 8. júlí. Sömu daga fer fram þjóðlagahátíð. Þannig að það er hægt að njóta bara frá morgni og fram á nótt. Tónlistar og strandmenningar í víðu samhengi. Þannig að þetta verður rosalega skemmtilegt. Og þessi hátíð er í rauninni líka hluti af fullveldisfögnuðinum. Já, þetta tikkaði í mörg bóks. Já, þetta tikkaði í mörg bóks. Skemmtilegt. Þjóðlagahátíðin fer ekki bara fram í þjóðlagasetrinu? Nei. Hún er út um allan bæ? Hún er um allan bæ. Það eru tónleikar víða á ólíkum stöðum. Meðal annars í bátahúsinu. Það sem mjög skemmtilegt að sjá tónlistamennina og þilfarinu í 10. Eru það gómarnir? Til dæmis eða eitthvað? Ég veit ekki hvort þeir eru á dagskrá þjóðlagahátíðar en þeir hafa sungið þar. Já, oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Og það er rosalega gaman að geta stillt gestum upp sitjandi bryggjurnar að horfa upp í bátinn þar sem tónlistamennirnir. Þannig að þeir sem ekki ná að koma núna á afmælishátíðina, núna helgina, þeir geta komið hérna í byrjun júlí á strandmenningarhátíð. Vissulega, þá verður nóg í boði. Og þjóðlagahátíð. Fjölbreytt afþreying og dagskrá. Þakka þér kærlega fyrir komin, Aníta. Þetta var aldrei gaman að heyra og bara gleðilega hátíð helgina. Takk.